Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. Hebreabréfið 3:1. Bræður heilagir. Þér eru hluttakar himneskrar köllunar. Gefið því gætur að Jesú, postula og æðsta presti játningar vorrar. Hebreabréfið 22 mínútur yfir 10. Látum oss því ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúartrausti, með hjörtum, sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitundum synd, og með líkumum, sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Hebreabréfið 23 mínútur yfir 10. Höldum fast við játningu vonar vorrar án þess að kvika, því að trúr sá, sem fyrirheitið hefur gefið. Hebreabréfið 24 mínútur yfir 10. Gefum gætur hver að öðrum og hvetjum hver annan til kærleika og góðra verka. Hebreabréfið 32 mínútur yfir 10. Minnist fyrri daga, ef þér höfðu tekið á móti ljósinu, hvernig þér urðu að þola mikla raun þjáninga. Hebreabréfið 11:6. En án trúar er ógerlegt að þóknast honum, því að sá, sem gengur fram fyrir Guð, verður að trúa því, að hann sé til og að hann umbuni þeim, er hans leita. Hebreabréfið 12:2. Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirrar, beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, matsmann einskis og hefur nú setts til hægri handar hásæti Guðs. Hebreabréfið 14 mínútur yfir 12. Stundi frið við alla menn og helgun, því að án hennar fær engin drottin leitið. Hebreabréfið korter yfir 12. Hafi gát á, að engin missi af Guðs náð, að engin byskjurót renni upp, sem truflun valdi og margir sörgist af. Hebreabréfið 16 mínútur yfir 12. Gæti þess, að eigi sé neitt hórkarl eða vanheilagur, eins og Esú, sem fyrir einn málsverð lét af hendi frumburðarétt sinn. Hebreabréfið 13:1. Bróðurkærleikurinn haldist. Hebreabréfið 13:3. Minnist bandingjana, sem væru þér sambandingjar þeirra. Minnist þeirra illt líða, þar sem þér sjálfur eru einnig með líkama. Hebreabréfið 13:7. Veri minningir leiðtoga yðar, sem Guðs orð hafa til yðar talað. Virði fyrir yður, hvernig ævi þeirra lauk, og líkið eftir trú þeirra. Hebreabréfið korter yfir 1.
Fyrir hann skulum við því án afláts bera fram lofgjörðafórn fyrir Guð, ávöxt vara, játa nafn hans. Hebreabréfið 17 mínútur yfir 1. Hlýði leiðtogum yðar og verið þeim eftirlátir. Þeir vaka yfir sálum yðar og eiga lúka reikning fyrir þær. Verið þeim eftirlátir til þess að þeir geti gjört það með gleði, ekki andvarpandi. Það væri yður til ógagns. Hebreabréfið 18 mínútur yfir 1. हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं. Jakobsbréfið 1:2. Álítið það, bræður mínir, eintómt gleðiefni, þér ratið í ýmiss konar raunir. Jakobsbréfið 1:4. En þolgæði á að birtast í fullkomnu verki, til þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yður sé í engu ábótavant. Jakobsbréfið 1:5. Ef einhvern yðar brestur visku, þá biðji hann Guð, sem gefur öllum örlátlega og átölulaust, og honum mun gefast. Jakobsbréfið 1:6. En hann biðji í trú, án þess að efast. Sá sem efast líkur sjávaröldu, rís og hrekst fyrir vindi. Jakobsbréfið 1:9. Lágt settur bróðir hrósi sér af upphefð sinni. Jakobsbréfið 10 mínútur yfir 1. En auðugur af lægingu sinni, því hann mun líða undir lok eins og blóma á engi. Jakobsbréfið 19 mínútur yfir 1. Vitið, bræður mínir elskaðir, hver maður skal vera fljótur til að heyra, seinn til að tala, seinn til reiði. Jakobsbréfið 22 mínútur yfir 1. Verði gjörendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Jakobsbréfið 12 mínútur yfir 2. Talið því og breytið eins og þeir, dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Jakobsbréfið 13 mínútur yfir 3. Hver vitur og skynsamur yðar á meðal? Hann láti með góðri hegðun verk sín lýsa hóplátri speki. Jakobsbréfið 4:7. Gefið yður því Guði á vald, standi gegn djöflinum, og þá mun hann flýja yður. Jakobsbréfið 4:8. Nálægið yður Guði, og þá mun hann nálgast yður. Hreinsið hendur yðar, þér syndarar, og gjörið hjörtum flekklaus, þér tvílindu. Jakobsbréfið 10 mínútur yfir 4. Auðmýkið yður fyrir drottni og hann mun upphefja yður. Jakobsbréfið 5:1. Hlustið á, þér auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum, sem yfir yður mun koma. Jakobsbréfið 5:8. Þreyið og þér, styrkið hjörtu yðar, því að koma drottins í nánd. Jakobsbréfið 10 mínútur yfir 5. Bræður, takið spámennina til fyrirmyndar, sem tala hafa í nafni drottins og liðið illt með þolinmæði. Jakobsbréfið 13 mínútur yfir 5. Líði nokkrum illa yðar á meðal, þá biðji hann. Liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Jakobsbréfið 14 mínútur yfir 5. Sé einhver sjúkur yðar á meðal,
þá kalli hann til sín öldunga safnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum. Jakobsbrefið 16 mínútur yfir 5. Játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og biðjið hver fyrir öðrum, til þess að þér verði heilbrigðir. Kröftu bæn réttlátsmanns megnar mikið. 1. Pétursbref 13 mínútur yfir 1. Gjörið því hugi yðar viðbúna og vakið. Setjið alla von yðar til þeirra náðar, sem yður mun veitast við opinberun Jesú Krists. 1. Pétursbref korter yfir 1. Verðið heldur sjálfur heilagir í allri hegðun, eins og sá heilagur, sem yður hefur kallað. 1. Pétursbref 16 mínútur yfir 1. Ritað verið heilagir, því ég heilagur. 1. Pétursbref 17 mínútur yfir 1. Fyrst ákallið þann sem föður, dæmir án manngreinarálits eftir verkum hvers eins, þá gangi fram í guðsótta útlegðatíma yðar. 1. Pétursbref 22 mínútur yfir 1. Þér hafi hreinsað yður með því að hlýða sannleikanum og beri hræsnislausa bróðurelsku í brjósti. Elskið því hver annan af heilu hjarta. 1. Pétursbref 2:2. Sækist eins og nýfædd börn eftir hinni andlegu, ósviknu mjólk, til þess að þér af henni geti dafnað til hjálpræðis. 1. Pétursbref 2:5. Og látið sjálfur uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús, til heilags prestafélags, til að bera fram andlegar fórnir, Guði velþóknarlegar fyrir Jesú Krist. 1. Pétursbref 11 mínútur yfir 2. Þér elskuðu, ég áminni yður sem gesti og útlendinga að halda yður frá holdlegum girndum, sem heyja stríð gegn sálunni. 1. Pétursbref 13 mínútur yfir 2. Verið drottins vegna undirgefnir allri mannlegri skipan, bæði keisara, hinum æðsta. 1. Pétursbref 14 mínútur yfir 2. Og landshöfðingjum, sem hann sendir til að refsa illgjörðamönnum og þeim til lofs breyta vel. 1. Pétursbref 16 mínútur yfir 2. Þér eru frjálsir menn, hafið ekki frelsi fyrir hjúp yfir vonskuna, breytið heldur sem þjónar Guðs. 1. Pétursbref 17 mínútur yfir 2. Virðið alla menn, elskið bræðrafélagið, óttist Guð, heiðrið keisaran. 1. Pétursbref 18 mínútur yfir 2. Þér þjónar, verið undirgefnir húsbændum yðar með allri lotningu, ekki einungis hinum góðu og sanngjörnu, heldur einnig hinum ósanngjörnu. 1. Pétursbref 3:1. Eins skulu þér, eiginkonur, vera undirgefnar eiginmönnum yðar, til þess að jafnvel þeir, sem vilja ekki hlýða orðinu, geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna. 1. Pétursbref 3:4. Heldur sé það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hógværs og kyrláts anda. Það dýrmætt í augum Guðs.